daginn, kæru hlustendur og áhorfendur. Við erum hérna með helgispjallið á þessum fallega laugardegi og hún hjá mér, hún Agnes Wild, leikstjóri ársins sem var að fá grímuna fyrir nokkrum dögum. Og hún þekkir Línu Langsokk kannski betur heldur en við flest og er sérfræðingur í rauninni í barnamenningu. Hefur sérhæft sig í því og við erum full aðdáunar yfir því að barnamenning sé svona vel metin og svona færi listamenn að vinna með hana. Þannig að við ætlum að fá að kynnast Agnesi hérna í dag. Og takk fyrir að koma til mín, Agnes. Takk fyrir að bjóða mér. Til hamingju. Takk fyrir. Og ég er að vandrast með þetta, titilinn, heiðurinn, hvað segir maður? Ég var svona litrika miða. Var með litrika miða sem ég föndraði úr föndurboxi strákana minna og þarna var búin að vera að föndra það bara þarna fyrir daginn. Skrifaði efst í ræðina mína bara, þetta er aldrei að fara að gerast, en ég ætla samt að skrifa þetta niður bara. Þannig að það stendur í alveg á miðanum. Þetta er aldrei að fara að gerast. Þú last það upp. Já. Bara þetta er náttúrulega ótrúlega flott fólk sem er tilnæmt þarna með mér. Greta Kristín og Kolfinna og Benedikt Andrús og Gísli Örn sem er bara allt þvílíka kempur. Náttúrulega sérstakt margt sem var á þessari hátíð eins og Ormstunga sem fær 15 tilnefningar og engin verðlaun. Nei, einmitt, en þetta er náttúrulega fyrsta verk þessara stráka, Ormstunga, og þeir eru alveg nýjir, þetta er bara svona fyrsta sprengjan sem kemur frá þessum strákum sem skrifa þetta og það er náttúrulega líka bara þvílík viðurkenning að vera tilnefndur. Ég oft fengi tilnefningar í alls konar flokkum en ekki oft unnið, en það er bara að vera valin af bestu 5 í öllum, allir í flórunni er bara rosalegur heiður, sko. En Ormstunga er alveg stórkostleg sýning, sko. Já. Hún er æðisleg. Já, margar góðar sýningar í vetur í Þjóðleikhúsinu. Já. Og mér varst að vera sterkt leikár. Já, og svo segi Þjóðleikhúsinu kannski út af því ég tók eftir að það er meira sem Þjóðleikhúsið er að fá heldur en Borgarleikhúsið að þessu. Já, í ár. Þetta rokkar alltaf bara mjög mikið. Ég held að þetta velti líka bara á hversu margar sýningar er að fara yfir á næsta leikári eða hversu marga sýningar þeir eru nýjar. Lína var eins og til dæmis frumsýnd núna á þessu leikári en svo held ég á næsta leikári þá fer hún bara áfram þannig að þá er engin stór barnasýning á næsta leikári af því að þá er Lína bara áfram og eins með Galdrakarlinn í Ós og eins var það þegar Frost var, þá var hún frumsýnd og gekk í 1,5 ár. Þannig að þetta rokka bara svona eftir árum hvernig þetta lendir held ég, sko. Kannski svona áður en við förum að tala barnaleikhús og barnamenningu, var eitthvað í vetur sem þú sást í leikhúsinu sem var betra heldur en annað? Sko, já, alveg pottþétt. Ég ekki búin að vera duglega að fara í leikhús í ár, samt. Ég var sjálf einu sinni satt í grímunefnd fyrir nokkrum árum síðan. Já, er það? Og þá sá ég allar sýningar og leikhúsaði svolítið yfir mig, sá þá 60 og eitthvað sýningar á einu leikári. Vá, eru svona mörg verk frumsýnd á ári? Já, en núna, sko, ég verði eiginlega að segja að mér fannst Ormstunga standa upp úr af því sem ég sá í leikhúsinu. Þetta er bara fyrst nýtt, leikmyndin er geggjuð, kóreografían geggjuð. Svo fannst mér líka mjög gaman hvað mikið flottu barnaleikhúsi af því að ég stunda það svolítið mikið. En má ég aðeins aldrei á Ormstungu út af því að mér fannst svo ótrúlega gaman á Ormstungu. Ég fór mér sér tvisvar, sko. Já, ég alltaf aftur. Ég er ekki búin að fara, annars er ég búin að fara einu sinni. En þetta er bara svona, það er svo mikið fögnuður og gleði og ættjarðar svona einhvern veginn element og eitthvað alls konar ótrúlega skemmtilegt. Ég er náttúrulega algjör sökkar fyrir svona Íslendingasögum og þótti það alveg ótrúlega gaman þegar ég var lítil og í skóla að læra þessar sögur og það í rauninni kemur úr leikhúsi af því að þegar Benni Erlings og Dóra Geirharðs eru með Ormstungu í það var hérna í Borgarnesun. Já, upp í Borgarnes og svo hérna niður í bæ líka. Og þá var ég held ég í 8. bekk
eða eitthvað svoleiðis og sé þá sýningu í beinni útsendingu á RÚV Já. og þá bara, vá, þarna eru æðislega sögur og það er hægt að gera leikhús þannig að þar kveiknaði þessi áhugi hjá mér sko á svona Íslendingasögum. Já, hefur þú gert eitthvað inn í þann áhuga? Ég hef gert inn í þjóðsögu áhuga minn sem er svona, mér finnst þetta svona tvinnast svolítið saman. Ég vinni svolítið með svona gamlar sögur. Gerði einu svona Djáknan og Myrká, svona grínsýningu upp úr því og eitthvað. Þannig að þetta er svona, en já, þannig að Ormstunga finnst mér vera algjörlega, hún einhvern veginn næri þessu öllu, það er krafturinn, það er eitthvað nýtt, það er þessi íslenski arfur, það er þessar sögur og þetta er bara ótrúlega. Og öll tónlistin. Og svo stór leikhópur, það er svo gaman að sjá á Íslandi svona stóran leikhóp takast á við svona stórt verkefni saman. Alveg stórkostlegt og hérna, svo Lína sem að ég sá nú líka með barnabörnunum mínum og ég veit að þau eru búin að fara nokkru sinni og það er allt núna Lína Lónsökur hjá þeim. Það er búið að kaupa hárkollunar og kjólana og alls konar og mjög gaman að vera í sikkurinn soknum og svona. Já. Þetta er náttúrulega alveg stórkostlegt verk bara. Þetta er það og það er búið að fylgja okkur svo lengi. Já. Og Lína Lónsökur er náttúrulega, það er 80 ár síðan hún bókinni skrifuð eða sem sagan kemur út í fyrsta sinn og það er búið að setja hana upp allavega 5 sinnum í atvinnuleikhúsi á Íslandi og svo hefur hún líka verið sett upp í áhugafélögum og var fyrst sett upp hjá leikfélagi Kópavogs fyrir alveg allmörgum árum síðan. Þar var sem sagt alvöru api sem að lék Herra Níels og var fluttur til Íslands. Veltur því fyrir þér? Nei, alls ekki. Við fórum á skemmtilegan fyrirlestur hjá Sigri Jóns sem sagt Línu Lónsök og sögu hennar á Íslandi. Býtu, hver er Sigriður? Hún er að vinna, hún er sem sagt gagnrýnandi hjá Heimildinni og vinnur líka sem hún er hjá Leikmunasafninu. Já. Og bara, og sem sagt var graf ofan í þessar heimildir og með Línu bara hvernig Lína hefur verið sett upp á Íslandi og það sem komst hún á því að það var alveg api sem að lék hjá leikfélagi Kópavogs og svo aftur 10 árum seinna og eitthvað, en ég velti því nú aldrei fyrir mér að vera með alveg apa, það er eiginlega en það er margt sérstaklega við þína sýningu að til dæmis sem að mér finnst svo skemmtilegt, það er þessi ímyndunarleikur að eins og börn gera og er þeim svo eiginlegt að ímynda sér að það sé hraun eða eldgos og maður með ekki stíga jörðina. Það er alveg svona grundvallar leikur hjá börnum. En þú ert að leika þig mikið með það. Hvað myndir þú segja væri það sem að þú ert stoltust af eða finnst hérna mest listrænt og spennandi í þessari uppsetningu þinni? Sko í þessari uppsetningu þá er ég mest, mér finnst þessi litlu element, þessi ímyndunarleiks element sem við settum inn í, mér finnst þau mjög skemmtileg og að því að við vorum svolítið að ræða við Birta sem leikur Línu, hvernig er þetta? Er hún sterkust í heimi eða ímyndar hún sér að hún sé sterkust í heimi? Já. Og leika okkur svolítið með sannindi þess að hún sé sterkust af því að þegar hún hittir pappa sinn þá vinnur hún hann í einhverjum slag en maður gerir það við börnin sín maður fer og gerir eitthvað bara nei, þú sigraði mig skilur. Þannig að maður svona hvar er Lína? Er hún í alvörni sterkust í heimi svona physically? Já. Eða er hún bara sterkust í hjartanu að því að hún er ein og þarf að lifa lífinu ein og komast í gegnum það. Akkurat. Þannig að það var svolítið það sem við vorum að leika okkur með og þess vegna var þetta ímyndunarafl kom líka bara við, hún er með svo sterkt ímyndunarafl líka að það einhvern veginn lifnar við í kringum þau og það gerist bara strax í fyrsta storminum þegar hún segir frá pappa sínum og þá kemur vindur og eitthvað og svo rangar Tom og Anna við sér og bara hvað var þetta? Þannig að það er partur af þessu. Já. Og þannig að það í sýningunni og svo er ég ótrúlega stolt af physical komedíunni eða svona slapstickinu og sem að Oddur og Darri sem fengur líka grímuverðlaun fyrir leikarar í aukahlutverki sú vinna er svo ótrúlega þakklátt með ræningjónum
að bæði leyfa þeim að leika lausum hala og taka svo, eins og Oddur sagði svo fallega á gríminu, taka svo bara í taumana og koma þeim á réttan stað. Að því að okkur langaði, og ég laði að stað að mér langaði svo mikið að þetta væri alveg svona öskur hlægilegt atriði hjá þjófunum. Og að því þeir eru alveg vitleysu kallarnir og hún er svo sem að veit nákvæmlega hvað hún er að gera. Já. Og það er svo þakklátt þegar ég fer á sýningar og setja út í sal og heyri alla hlæja. Ekki bara börnin, heldur líka fullorðna. Já. Og að sko fullorðna fólki skemmti sér eiginlega alveg jafn vel. Af því að barnasýningar eru líka fyrir fullorðna. Ef það eru leiðilegar fyrir fullorðna, þá langar fullorðnum ekki að fara með börnin sín á sýninguna og hver er þá komið leikhúsið. Já. Þannig að það er líka svolítið sem mér finnst gaman að vinna að er hvernig get ég gert barnasýningu með einföldum söguþræði aðgengilega og skemmtilega fyrir allan aldur. Þó hún sé auðvitað miðuð að krökkunum og þeirra húmor og svoleiðis, en þá eru börn líka með húmor og þeim finnst alveg stundum eitthvað fyndið á fullorðna fólkinu. Áttar þið á húmornum þeirra? Hvar hann liggur? Sko, nei, í rauninni ekki. Ég í rauninni bara gera það sem að mér finnst fyndið. Já. Og ég er með einfaldan húmor og svona, ég hef gaman að vitleysu og að fólk að detta og ef það kemur einstaka brump eða eitthvað, skilur, bara þessi mannlegi húmor, þessi mannlegu mistök, já. Ég fór að velta þessu fyrir mér þegar að Sóli, barnabarnið mitt, sem er að verða 4 ára. Já. Hún var að segja mér brandara tómatana. Já. Og þú veist, hún er ekki að fatta brandaran, en hún er samt að fatta að þetta er brandari. Já. Og segir hann með alls konar hætti. Og veit að þetta á að vera fyndið. Og mér finnst það svo áhugavert að það er ekki komin þessi abstrakt hugsun sem að eiginlega býður upp á þennan húmor. Nei, og líka kannski fattar ekki orðagrinni í brandaranum. Nei. En fattar samt að það er fyndið að það eru 2 tómatar sem er að labba. Það gerist ekki alvörunni. Það er grín. Og svo kemur bíll og keyrir á hann. Já. Það er líka skrítið. Já, bara það sé skrítið. Þannig að þau fatt alveg að það er eitthvað ekki venjulegt. Já. Og já, þannig að það eru svona þannig og lítið. Og svo er þetta líka bara svona venjulegur grínleikur sem þú einhvern veginn bara finnur í leiknum og eins og ég segi alltaf við leikarna, bara ef þið eru að hafa gaman og finna leikin í leikritinu, þá eru bara áhörundinni með. Já. Og finnst gaman og er á tánum. Já, þau eru að hlæja og skemmta sér allavega á línu. Og annað sem ég tók eftir var, það er svona meiri tilfinningarsemi heldur en oft áður í línu. Við finnum aðeins til með henni. Já, og það er líka náttúrulega bara element sem að Birta kemur líka með inn í þetta og hún er með svo opið og stór augu og opið hjarta og andlita, maður einhvern veginn svona, hún dregur mann alveg inn í línuna sína, en það var líka einmitt það sem við rættum, bara hver er þessi stelpa, það er þessi, hún er sterk af því hún er alein, pappinar er ekki þarna, hann er út á sjó og mamman er dáin og hún er bara að reyna að lifa og hún, eins og segir þegar á einum tímapunkti í verkinu þá sko er Prúsalín búin að segja að hún sé að fara að flytja heim til hennar, Lína, og hún fá ekki að búa sjónarhóli lengur. Og Tom og Anna eru bara, hvað er að gera Lína? Og hún segir, það er alltaf hægt að finna sér eitthvað að gera. Heyrðu, hér er gamall dallur og svo setur hún á höfuð á sér. Sem er alveg svolítið tákgrænt Línu. Hún bara, ég ætla ekki að hugsa þetta. Ég bara er með dall á hausnum. Já, bara forðast eitthvað óþægilegar. Já, bara fer í eitthvað annað. Hugsanir, en hún leifir sér samt líka þegar hún er ein. Þá verður hún svona vulnerable eða svona... hvað, ég veit man ekki íslensku orðið. Já, viðkvæm. Svona viðkvæm og svona
hræddari, hún hugsar pappa sinn og hún leyfir sér að vera þannig líka með Tom og Önnu á tímabila því að þau ná vel til hennar. Já. Og það líka moment eins og hún alltaf að reyna, hann langar svo að passa inn og eins í kökubóðinu þegar hún kemur og setur andliti í kökuna og skemmir allt og þá segir hún einmitt bara ég sakna pappa míns. Já. Og það bara, ég veit, það er svo mikil tragedía. Já. Án þess að fara í eitthvað svona nutta því upp úr öllum að hún sé eitthvað, að þetta sé eitthvað sorglegt og eitthvað þannig. En þetta bara svona sýnur okkur, hún bara búin að lifa og okkur langaði að hleypa henni svolítið inn í hjarta okkar og leyfa okkur að finna fyrir henni. Ég veltaði fyrir mig hvort það sé einhver þróun sem hefur orðið frá því ég er að sjá Línu og heyra hann í fyrst skipti fyrir einhverjum 40 árum. Já. Hvort að það sé, hún þróist aðeins með þróun mannsins. Ég held það, alveg algjörlega. Og það hefur náttúrulega alltaf verið hjarta í henni. Já. Og eins og ég talaði við tölum við hana Sissu Sigrúnu sem að var Lína þegar hún var fyrst sett upp í Þjóðleikhúsinu 80 og eitthvað. Já. Hún sagði, við vorum alveg líka að vinna með þetta, en bara kannski ekki eins langt. Og svo velti ég líka fyrir mér að sko, þau sem að voru börn þá, veltu því kannski ekkert fyrir sér þá, en eru hann fullorðin núna og veltaði fyrir sér núna. Hvort að krakkar núna séu að tengja mikið við þessa einlægni og þetta hjarta í Línu, eða muna þau bara eftir dettinu og gríninu. Já. Og svo þegar þau sjá Línu eftir 40 ár með barnabörnin sín þá hugsaði, vá, svo mikið hjarta ég veit ekki. Já, kannski við erum bara, orðin þroskaður og hæfur að sjá það en, kannski en Astrid Lindgren og þessi karakter þú veist, hefur eitthvað velti fyrir hvernig það kemur til að Astrid skrifar þessa sögu? Sko ég er nú ekki mikill Astrid Lindgren grúskari sko, en bara það sem ég veit er náttúrulega bara hún náttúrulega skrifar þessa sögu fyrir dóttur sína og dóttur hennar er svo sem að velur nafnið á hana. En þetta er svona samstarf? Þetta er það, hún er að segja henni sögur þegar hún er fyrir að fara að sofa, dóttur hennar og talar segir alltaf frá Pippi og segir alls konar sögur og svo einhvern veginn tekur hún þessa ákvörðun að skrifa þetta niður. Þetta eru bara eitthvað sögur sem hún hefur sagt dóttur sinni og svo var ég var að horfa á Landan daginn, á sunnudaginn, þar sem voru viðtal við 2 menn hestamenn sem voru búin að vera grúska að segja litli kall hjá hesturinn hennar Línu væri í raun íslenskur hestur af því ykkur frændennar Astridar hafi komið til Íslands og fengi hér hest tekið hann með sér til Svíþjóðar og haft hann inni hjá sér og þar voru þeir semst að telja að Astrid hafi fengið þá hugmynd að það væri hestur inni hjá Línu. En frábært og íslenski hesturinn svona lítill og þessna hétt hann litli kall og eða kallaði lillegúben eins og hann er kallaður hjá okkur í sýningunni þá segir hún litli kalli minn í byrjun á sýningunni þannig að það er líka, fólk er alltaf eitthvað að grúska og mér fannst þetta svolítið skemmtlegt að væri tenging við íslenska hestin þannig í þessir menn hefði fundið þessa tengingu sko. Já, en þú ert með stórt hlutverk í íslenskri barnamenningu sérstaklega þessa mundir. Þú ert að hafa mjög mikil áhrif og heila kynslóð. Hefur þú velt í fyrir þér? Já, þetta er rosalega sko, ég reyna að hugsa sem minnst það af því að mér finnst þetta svo mikil ábyrgð sko. En ég náttúrulega er að vinna líka með því að vera leikstjóri, þá er ég líka að vinna upp á RÚV og sé þar barna, það sem ég er að vísa til, þú ert yfirmaður barna og ungmennaþjónustu Ríkisútvarpsins. Já, þannig ég sé að er að kaupa inn teiknumyndir og stjórnarstundin okkar og þar er með fólk að vinna hjá mér í krakkafréttum og erum að framleiða mjög mikið af íslensku barnaefni og kaupa barnaefni inn og talsetja og það er svolítið svona
ef ég hugsa til þess þegar ég var yngri hvað maður mótaður af því sem þú sérði í menningarlífinu, þú sérði í sjónvarpinu, teiknumyndunum og í leikhúsi þetta alveg svolítið ábyrgð sko. Þetta svo mikil ábyrgð. En ég að vanda mig. Já, ég trúi því alveg. Og ég velti fyrir mér þá einhver svona, ertu með þekkingu uppeldisfræði eða ertu með einhvern svoleiðis grunn til að nýta þér? Nei, í rauninni ekki. Ég bara framhaldsskóla gengin eins og annað fólk og svo fór ég leiklistarnám í Bretlandi. En með skólanum, sem bæði framhaldsskóla og leiklistarskólanum, þá í framhaldsskóla lagði ég áherslu á sálfræði og félagsfræði og lærði þar líka uppeldisfræði í framhaldsskóla á ykkur svona grunnstígi og svo hef ég verið að kenna leiklist og vinna með börnum frá því að ég var eiginlega barn sjálf. Ég byrjaði að kenna 16 ára í leikfélaginu í Mosó, kenna leiklist. Mér langar svolítið að fara í söguna út af því að þú ert alveg upp svo mikið í leikhúsi og innan leiklist, en kannski svona út af því ég hef mjög mikið áhuga á barnaefnisgerð og ég rauninni menntaði mig á því sviði á sínum tíma. En ertu með einhverju svona hugmyndafræði, einhverju svona það sem þú sér fyrir þér að þið langi að leggja áherslu á? Já, auðvitað. Ég vinn þetta samt mjög mikið á impulsi og það er eitthvað bara svona ég finna þegar ég sé eitthvað bara já þetta virkar eða nei þetta virkar ekki, en fyrir mér er svo ótrúlega mikilvægt að barnaefni og barnamenning sé gerð af einlægni með sönnum tilfinningum. Það þarf ekki að vera satt, sem sagt það þarf ekki að vera, það mega vera álfar og tröll og hvað sem er, en að það sé unni með sannar tilfinningar. Já. Og að við séum að endurspegla, að börn geti endurspegla sig í því sem þau eru að horfa á. Og ef að maður gerir eitthvað að fullri einlægni og fullu hjarta, þá trúi ég því ekki að það geti verið annað en gott. Það er svona það sem ég vinn helst með. Það er svona ákveðin virðing sem ég sé í því sem þú ert að gera fyrir börnum. Það við viljum bara gera það, þú veist, þau fáið bara fyrsta flokks efni. Já, og þú þarft að vanda þig. Af því að þau eru alveg miklu gagnrýnendur á leikhús og sjónvarpsefni og mér er eiginlega bara verri gagnrýnendur heldur en fullorðnir. Þegar þau segja hvað þeim finnst, þau slökka á sjónvarpinu eða það er leiðilegt. Þau nenni ekki að horfa, þau byrja að tala ef þau fatt ekki eða ná ekki og já, þannig að mér finnst þetta að vera svona maður á að vanda sig og þú átt að gera og ég rek leikhópinn miðnætti með 2 frábærum stelpum sem heita Eva Björg og Sigrún Harðar, dætur, og við búum til saman leikhús og barnaefni með þetta sjónarmið að við erum bara að búa til leikverk alveg eins og við myndum vera að gera ef ykkur annar myndi vera að gera fyrir fullorðið fólk. Það er bara alveg mikill fókus settur á þetta, við erum að vanda okkur alveg mikið, þetta er bara algjörlega trítað eins og alvöru leikhús. Já, ég voru að hugsa þessi bíómynd, hérna ekki amerískt barnaefni er oft til fyrirmyndar og svona áhrifaríkt einmitt, svona hefur haft áhrif á heilu kynslóðirnar og oft það sem að maður upplifir að saminni kynslóðir, að það getur vísað í sameiginlegt sjónvarpsefni. Já. Og sástu myndina með Mr. Rogers, það ekki, In the Neighborhood. Já, nei, ok. Þá erum við, en það var svo áhrifaríkt út í að við byggum í Bandaríkjunum, ég og með dætur mínar. Já. Og það var svona efni sem að náði til þeirra og maður áttaði sig á því að þetta var að hafa svona mótandi áhrif á alla þessa kynslóð. Einmitt. Og verður svona með, og svo er þessi bíómynd alveg stórkostleg ævi hans sem að, já, allavega hana. En það er svona kannski dæmi
barnaefni það sem að það er ekki endilega leikrit en heilmikið verið að tala við börnin einhvern veginn á þeim nótum með svona, við erum alltaf nálag og fullorðna fólkið, þú veist, er alltaf með þér í liði og það er svona margt fallegt í því. Kannski svona eins og Örn Árnason hefur stundum verið að gera sem barnaefnis kall, getum að segja þetta. Barnaefniskall, já. Barnaefniskall. Hann er náttúrulega æðislegur. Við erum að fara að vinna saman sýningu, ég og Örn. Já, ok. Og miðnætti, leikhópurinn og Örn erum að fara að gera núna sýningu afa. Já. Þar erum við að fara að blanda saman bæði taka eitthvað sjónvarpsefni sem er afi og færa það yfir á svið og búið til leiksýningu og ævintýri. Örn erum að skrifa það núna. En þú ert sem sagt með marga hatta. Já, og þrífst mjög vel í því og hef alltaf gert að vera svona smá ógreint ADHD að svona gera alls konar og búa til og ég svona þrífst á því að skapa og leika mér svolítið. Já, og ég frétti nú að því að þú hefði verið einmitt slegið gegn á árshátíð Þjóðleikhússins þar sem þú fórst upp á svið og söngst og dansaðir og skemmti fólki. Ég var með 12 mínútna langa danssirpu sem að ég fekk hann Máni Svavas tónlistarmaður hjálpaði mér að búna til. Já. Og þetta er bara svona, ég hef náttúrulega verið oft veislustjóri og verið með skemmtiatriði og eitthvað svoleiðis og þetta er svona sérstakt atriði þar sem að ég fer bara einu upp á svið og með playback og synga eitthvað svona partylög og þetta er bara svona alveg solid að koma fólki út á dansgólfið. Svo leið og þetta er búið, þá kemur hljómsveitin eða DJ-in og spilar og þá eru allir komnir út á gólf. Þannig að þú svona næma á hvað virkar. Já, og mér finnst líka bara gaman að taka mig ekkert of hátilega. Já. Og hafa gaman. Hafa gaman? Já. Það er mjög gott. Ef eitthvað er leiðilegt, þá má að hætta því. Já. Svona, allavega. En segðu mér þá, hvar er það sem þú finnur alveg þennan straum, svona hamingjustraum eða gleði eða ánægju í svona þessum verkefnum út í að þú ert nú að fara víða og gera margt? Sko það er í rauninni þetta að ef ég fæ að vera creative, að búa eitthvað til. Já. Mér finnst, ég verð að vinna í teymi. Já. Ég verð að vinna með fólki. Ég get ekki verið bara eitthvað heima að skrifa eitthvað leikrit og eitthvað ég þarf alltaf að eiga þetta samtal og það er svo dýrmætt eins og með stelpurnar sem er með mér í miðnætti við rosa gott samtal og með fólkinu upp á RÚV í teiminu mínu, það er í krakkarúf það er alltaf samtal og hugmyndaflæði að því leiklistanámið sem ég fer í er sko svona devæst svolítið eins og sviðshöfundanámið hérna heima. Já. Og það sem að við lærum að skapa í sammenningu þessi kemur hugmynd og svo safnaði saman í eina góða hugmynd. Það er svona... Færðu út úr því að vera í þessu samtali í skapandi vinnu? Já, og mér finnst rosa gaman að setja og drekka kaffi og spjalla líka bara. Já. Og það er oft svona... Mér finnst það líka bara mikilvægt að þekkja fólkið. En þá er það samskipti eða hvað, getur áttarðu á því hvað það er sem að... Ég held að það sé bara vináttan og samskiptin að fólk einhvern veginn svona opni hjarta sitt svolítið við hvert annað. Já. Og vinur minn talar oft það ég kynntist honum í leikverki sem við vorum með og hann var nýfluttur heim frá útlöndum og við vorum á Akureyri að gera sýningu og við vorum 3, þau voru 2 leikarar og ég og hann sagði bara ég var alltaf komin hann að alvöru að vera leikstýra ég fyrsta verkefni mitt eftir ég kem heim úr námi og svo sest ég þarna á okkur sófa og svo kemur þú Agnes og fyrsta sem hann segir bara já hvernig kynntistu konunni þinni og hann bara að þá vorum við að vinna með verk sem var ást og fjallaði hvernig fólk var saman og eitthvað og ég sagði við verðum að kynnast hvort öðru fyrst áður fyrir að geta sett okkur í spor eitthvað annara
og þannig ég rosa gaman að því en mér finnst samt alltaf segjandi þetta, þá finnst mér alltaf ógeðslega erfitt að byrja Svona samstarf. Já, ég alltaf bara stressuð þegar ég að byrja eitthvað nýtt, fyrsta æfing eða fyrsti samlæstur þegar ég þarf að þykjast vita hvað ég að gera og það að horfa á mig Og hvað heldur að snúist að einmitt að vera ekki nú góð eða? Já, maður náttúrulega alltaf, ég held að séu allir alltaf að deyja úr ykkur krumpi og bara allstaðar, ég held að séu allir að komist nú upp mig. Já, ég held að séu allir að þykjast alltaf og eru bara svolítið svona og ég hugsa líka ég held stundum bara fólk sem er í pólitík sé líka stundum bara hvað er ég að gera skilurðu, þó maður sé öruggur og vitið að ég held að sé samt alltaf allir með þetta mannlega í sér að vera smá krumpaður alltaf og halda því svona það má ekki komast upp það eða hvað? Já, fólk, sko íslenska orðið er náttúrulega lottara líðan en mér finnst það svolítið hart Já, það er svolítið hart en þetta er svona þráin að plýsa einhverjum eða semst að vera samþyktur og gera ekki mistök maður vill ekki, ég er alltaf þar ég vil ekki gera mistök, ég vil ekki að ég sé skömmuð eða skilur, maður svona en auðvitað veit maður svo kemst ég alltaf að því ég alltaf, ég veit alveg hvað ég er að gera þetta er alltaf læg sko en það er alltaf eitthvað svona þetta er athyglisvert, ég held að allir kannast við þetta en það er þessi við gleymum því hvað við kunnum og getum þú veist, þetta eru svona svoleiðis augnablik en þú segir þetta og þú veist svo ég er oft opin það sko bara mér finnst það allt í lagi að segja það af því við erum það öll en það er fegurðin við nútíman myndi ég segja að við erum að reyna að varpa þessum grímum af okkur eða veist, komast nær okkur sjálfum í því að vera auðmjúk og vulnerable og það er allir mennskir það er allir með tilfinningar þú eru allir með þetta og kannski er það líka fegurinn í þessum samskiptum sem þú ert að lýsa og samstarfi að smátt og smátt þá eru við að sýna okkur algjörlega en fallegt að þú komst inn á þetta mér finnst áhugavert umræðefni mér finnst allt svona áhugavert mannlega hegðun ég er alveg sammála og ég hugsa líka alltaf ef maður er eitthvað fólk eitthvað staðar sem maður er eitthvað svona hvað er þessu að gera eitthvað en ég hugsa ég vona samt að þessi aðili fari samt heim til sín og fari með börnin sín og sé góðu pabbi eða góðu mamma eða skilur við erum öll með eitthvað front þar sem við erum en svo er maður líka bara þarf maður stundum að opna sig og vera bara ég er bara ég og stundum er ég svona og stundum er ég svona stundum er ég í vonduskapi, stundum er ég í góðskapi og segja líka bara mér finnst líka rosa mikilvægt að ef eitthvað kemur upp og biðjast afsökunar og að leipela það segja bara, þetta var fyrirgjöf ég hagaði mig svona af því að ef maður fattar það sjálfur og biðst afsökunar eða segir eitthvað leipelar það þá er það ekki eins hættulegt akkurat og þú ert náttúrulega í svo miklu samstarf og auðsjálega er þeirra vegna mjög vel því að þú ert mjög oft valin í alls konar verkefni og allir vilja hafa þig með þannig að þetta kannski einmitt að eins og þú segir að þora viðurkenna mistök og á sért breysk manneskja en líka bara við erum öll að vinna saman í þessu við erum öll að stöndum saman að gera þetta eins og fólk krakkarnir sem eru með mér á deildinni upp á RÚV við erum mjög oft með og bara opin samtölu hvert við erum að fara hvað erum við að gera, hvernig efni viljum við búa til þetta er ekki bara ég eitthvað einráður að ákveða því hvað veit ég það er miklu betur ef ég er með hópa fólki með mér þar sem við getum rætt og komum með skoðanir að því þessi með þessa skoðun, þessi með þessa skoðun og þannig getum við hjálpa stað og mér finnst það líka og ég tek það líka með mér í leikhúsið að sko þetta er ekki bara leikstjórinn og leikararnir það er ljósamenn, það er búningahöfundar, það er tónlistafólk, það er sviðsfólk á sviðinu við erum svo mörg að keyra þetta saman og að vera leikstjóri þú ert í rauninni skipstjórinn á skipinu þú ert svo sem er
Þú ert mannauðstjórinn, þú ert svo sem að þú ert millistykkið á milli allra hinna. Kannski félagsfærni mikilvægasti eiginleiki í svona listrænu samstarfi? Já, sko, allavega eins og ég líti á það. Mér finnst það að það miklu erfiðar að það ef það ekki allir að tala saman. Já. En þú þarna örugglega stundum svona mikið brölindi og algjörlega. Þá að skilja alls konar sjónarmið. Og ég þarf líka alveg stundum að vera bara, nei, við ætlum að gera þetta svona. Já. Ég er líka mjög ákveðin og veit hvað ég vil en það fá allir að hafa sína skoðun en stundum ég bara, já, þetta er flott en nei, við ætlum að gera þetta svona. Skilur, en segðu frá einhverju, hefur þú lent í einhverju þar sem einhverju hefur gengið út eða? Nei, ég hef nú ekki lent í því, sko. Ég hef sjálf einu sinni gengið út, það er bara einu sinni á ævinni, það sem að mér misbauð og ég man ekki af hverju, en það var í menntaskóla, þá fór ég út úr þýskutíma. Mér bara algjörlega, ég sagði bara, þetta ætla ég ekki að gera og gekk út. Ég man ekkert meira, en þetta er svona, að því ég missi mjög sjaldan stjórn á skapinu mínu. Hvernig fór þetta? Ég hætti því, sko, fór í frönsku. Og fekk falli því, sko. Og var það misbauður eitthvað sem kennarinn var að bjóða okkur upp á? Ég man það ekki, þetta var bara eitthvað svona, mér fannst hann eitthvað svona, eitthvað kallrembulegur eða eitthvað, ég veit ekki hvað það var. Hlusta ekki á mig, ég skildi ekki eitthvað og ég bara, nei. Og ég gekk út og skellti eftir með hurðinni. En þú hefur þá örugglega setið í gegnum alls konar aðstæður. Já. Þar sem að þér hefur misboðið og mislíkað en valið að svona Já, og stundum líka hugsaði ég að það sé bara ekkert, ég þurfi ekkert að segja stundum það sem mér finnst. Já. Ég svona veg og met stundum. Stundum seti bara og leiði fólki bara að tala. Já, þó að þér líkið það ekki sem það er að segja. Já, og það er örugglega bara meðvirknin í mér líka. Ég er náttúrulega alveg blúsandi meðvirk líka, eins og við erum öll. Eins og að reyna að láta allt vera gott. Já, ég er náttúrulega miðjubarn, skilnaðarbarn og skilnaðarbarn. Og svona, það er þessi hérna, alltaf, passa allir svo góðir. Já. Alltaf í því, sko. Já, hvað varstu gömul? Þegar mamma og pappi skildu, þá var ég var bara 30 ára. Já. Og svo mamma einslega mann eftir það, sko, sem ég kynnist þegar ég er 6 ára. Og þarna, en það er svona, það er þessi típa, sko, sem ég tengi svolítið við líka. Sérðu að það sé hluti af hæfniðinni, sé vegna þess að þú þurftir að læra tipla á tánum í kringum alls konar? Já, ég held að sko, það móta mann alveg, sko, allt svona, þó það þetta er ekkert eitthvað tróma og það ég bara er í góðu sambandi við þau, skilur þetta var ekkert hræðilegt, en ég held samt að þetta alveg mótið mann að vera á sikkur staðnum, aðra helgi, eitthvað, en ég svona horfi á það freka sem gjöf inn í lífið að hafa fengið að upplifa þetta heldur en eitthvað annað. Er það þá einhver afstæð sem þau tilengað er að líta á reynsluðina sem gjöf til þroska? Ég einhvern veginn bara ég held að það er allt einhvern veginn, það kemur allt fyrir mann af ástæðu og það móta mann allt, það er allt sem móta mann. Það er svona smá trúaleg afstæða þarna? Já, ég er með eitthvað svona smá barnatrú, sko, út í eitthvað. Það er eitthvað starf. Það er eitthvað starf, einhver aðri máttur. En það er eitthvað svona sem að hjálpa manni í gegnum lífið, sko. Já. Og ég heyri að þú trúir að þú sést svona kannski að það sé eitthvað plan í gangi. Já, ég allavega leyfi mér að trúa því að maður eigi bara taka eitt að einu. Það er ekki hægt, ég á mjög auðvelt með að vera stressu yfir hvað er í framtíðinni, sko. Af því að ég vinn svo svakalega alls konar. Já, svona langtíma verkefni. Já, stundu það maður bara, ok, ég ætla bara að vera hér í dag. Já. Ég ætla bara að horfa á börnum mín í dag. Ekki vera eitthvað að spá í hvernig lífið verður eftir 3 mánuði eða eitthvað. Þetta bara að taka þetta einu svolítið. Já. Hvenær manstu fyrst eftir þér? Það er örugglega hann í kringum 30 ára, skilnaðin hjá mamma og pappa, sko. Manstu eftir þeirri minningu? Nei, ég man eftir húsinu okkar. Ég man bara svona eftir götunni og húsinu og svona það er svona sterk minning
en ekkert eitthvað það er svona það leiti, en svo svona sterkustu minningarna koma svo í kringum 6 ára og þá mamma að byrja í leikhúsinu í Mosó. Já. Og það er svona mikið tengt þangað, sko. Þá var hún einstæð og tók okkur systkinin með, ég var semst eldri bróður minn þá. Þá fórum við með mömmu alltaf í leikhúsi, áhuga leikfélagi á kvöldin og mamma sagði, það hefði verið hringt í barnaverndarnefnd ef ég hefði verið að gera þetta núna. Að við fórum með henni, sko, og svo sofnuðum við bara þarna á gólfinu í sætabekkjunum meðan hún var á æfingu og hún var búin kannski á æfingu kl. 11 og svo hélt hún á okkur sofandi heim. Já, hvað var bróðin? Hann er 3 ára eldri en ég, hann hefur verið 8 ára eða eitthvað. Já, eitthvað svona 5 og 8 ára. Já, eitthvað svo leys. Og þar eru mjög góða minningar, því þar var amma líka. Já. Og mamma og það er einhvern veginn svo mikið gleði og líf sem kemur þaðan, sko. Þannig að þú segir að það eru svona fyrstu minningarna þínar úr leikhúsinu. Já. Þannig að það er bara í blóðinu. Já, og elst svolítið þar upp, sko. Að mamma og amma ákveða að fara þarna í leikfélagi í Mosó. Hvernig er lífið þitt þarna á þessum tíma? Þú býrð í Mosfellsbæ? Já, ég elst upp í Mosfellsbæ með mömmu og eldri bróður mínum. Og þetta er bara svona venjulegt Mosó líf. Fyrir skólan og ég festist aldrei í neinum íþróttum, prófaði allt. Var mikið í leikhúsinu, leiklist, var í lúðrasveitinni í Mosó. Á hvaða hljóðfæri? Ég spilaði á klarnett til að byrja með og svo fór ég á saxofón og það er líka alveg stórkostlegt uppeldi að vera í hljómsveit. Varstu hjá hann Lárusi? Ég var hjá Birgi, bróðir hans Lárusar, sem var þá skólastjóri í Varmárskóla og svo var hann líka í lúðrasveitinni og með þeim ferðuðust við til Ítalíu og Danmörkur og ég var í lúðrasveitinni alveg þangað til í 10. bekk, byrjaði þarna í 6-7 ára. Ég áttum á því að þú átt svona svipaður sögu Karl Ágúst þannig í Mosó. Já, einmitt, já. Þannig að það er lúðrasveitin og leikfélagi og Varmárskóli. Já, það er það, sko. Og en það finnst mér mjög gaman að spjalla við hann þetta, sko. Hann þekkti ömmu og var þarna í leikfélaginu og fleiri. Agnar Jón Egilsson leikari, hann var líka í leikfélaginu í Mosó og í margir fleiri, sko. Þannig að þetta svona, hefur verið svolítið samfélag sem að, þú veist, við mörg söknum í dag. Já. Það er svona, einhvern veginn renn út í sandin, þessi samfélög sem að héldu utan áhuga leikfélög eru líka, sko, þau eru mörg mjög sterk á landinu, en það eru fá á höfuðborgarsvæðinu, svona áhuga leikfélög ég að segja. En þetta er svo mikilvægt og þetta er svo mikil, sko ég á leikfélaginu Mosó allt að þakka að ég hafi, þar byrjaði ég að kenna og leikstýra minni fyrsta söngleik 17 ára gömul. Já. Áður en ég fyrir nám og þar er ég bara með 20 börn, 20 úlinga og við Eva og Sigrún sem erum saman í miðnætti. Við vorum þarna að kenna og leikstýra og búa til og þannig að Eva gerir leikmynd og búninga og Sigrún gerir tónlistina og ég leikstýrði og við settum þarna upp bara söngleiki ár eftir ár með krökkum 13-16 ára. Þar sem við fengum bara að æfa okkur og prófa og gera og bara, tökum þetta leikrit og gerum þetta, búum eitthvað til og svo fórum við út í nám og mentum okkur allar í því sem við vorum að gera. Þetta er svolítið merkilegt út af því að bann einu svona verkefni þar sem að ég sýndi fram á að öll skólanámskráin gæti komist inn í það að börn væru látin setja upp leiksýningu. Í rauninni það bara að fólk fengi að spreita sig á alls konar verkefnum sem að fælust í því að setja upp leikverk. Já. Það myndi kalla á svo marga hæfileika sem að þau fengi að þroska með sér að vera þetta að leggja bókunum og bara, læra með þessum sko. Og þetta er svo þetta er mjög mikilvægt og líka bara um þetta sko að reka leikhóp. Nú er ég ekki svona viðskipta mentuð en það var mikið farið inn á þetta í náminu mínu úti bara ef þið ætla að vera leikarar eða leikstjórar þá verðið þið að eiga leikhóp semst út í Bretlandi og búa til sjálf og skapa
ekki bíða eftir ykkur, hringi ykkur, búið til, skapiði, skrifiði og með því náttúrulega fylgir alls konar bara markaðsfræði og bara alls konar sem maður þarf að kunna með leikhópa sko. Svo þarf að vera góð penni til að skrifa umsóknir, til að fá styrki og það er ekki bara að vera skapandi og góður, þú þarf líka einhvern veginn að reyna að fá tækifærin og búa þau til svolítið. Ég finn það er hjá mér að vera kannski þá í ákveðinu svona skólapólitík varandi þetta út af því að svo er líka gervigreindin að leysa á hólmi alls konar svona, hvað ég segja, vitræna þætti, þannig að það að vera skapandi og geta unni með fólki verður líklega mikilvægustu eiginleikar mannsins í framtíðinni. Já, algjörlega. Það held ég sko. Og líka bara ég var einmitt að gera grínaði dagina þegar ég var í menntaskóla, þá var alltaf verið að láta okkur, og í 10. bekk alltaf verið að láta maður gera eitthvað svona PowerPoint show. Ég skildi aldrei akkur er að láta mig gera PowerPoint show, akkur þarf ég aldrei að fara að gera þetta. Nú er þetta eiginlega eina sem ég geri í vinnunni er að búa til kynningar og kynna hvað við erum að gera og bæða á ensku og íslensku og miðla því sem þú ert að gera og taka saman í punta og bara það að geta talað fyrir framan fólk er svo mikilvægt þó þú ætlir ekki að standa á sviði. Þú bara að geta staðið upp og sagt erum við hérna í þessari deildi eða eitthvað erum að vinna í þessu og það sá hæfileiki er rosalega mikilvægur í öllum vinnum. Skilur bara maðurinn minn er ekki leiklistamenntaður en hann þarf samt að standa fyrir framan hópa fólki og kynna það sem hann er að gera í vinnunni. Þannig að það er mjög mikilvægt þó ég hafi verið eitthvað sem bara hvað er ég að gera þetta? En segðu mér þá, þú velur að fara til London og það sem að það er, sóttur í listaháskólan? Já, ég sótti einu sinni Ég fór og komst ekkert áfram sko, komst ekki einu sinni upp á fyrstu pröfu. Já, þú sóttir í leiklist? Já, það sviðsöndabrautin var kannski ekki komin? Já, þá hétta fræð og framkvæmd og var allt öðruvísi nám sem mig langaði ekki í. Já. Hélt ég ætlaði að vera bara leikari og fór út til Bretlands og þá komu skólar til Íslands með pröfur 2 og ég komst inn í báða en ákvað að fara inn í East 15 skólan sem ég fór í og þar var mér boðið að fara á svona foundation kurs sem bara 1 ár sem bara svona grunnám í rauninni og ég þurfti eiginlega að gera það af því að ég var ekki góð í ensku og ég byrjaði að læra ensku seint bjó í Noregi þegar að bekkurinn minn byrjaði að læra ensku þannig að þá var ég heilu ári og eftir í ensku og var ekkert rosalega örugg í enskunni og þannig ég var með þakklátt fyrir að fá að fara á svona grunnnám þar sem bara ég gat einbeitt mig bara því að fara í inntökupróf, læra að fara í inntökupróf í skólum úti og flutti út og var með manninu mínum og var úti í þessu. Þið voru byrjuð saman? Já, við byrjum saman, við erum búin saman í 20 árið eitthvað sko. Við byrjum saman þegar ég var 17 ára. Og var það í Mosó? Nei, það var í Austurbæjarbíó. Við kynntumst þar, hann er ljósa tæknimaður þar og ég var að vinna á spotljósi. Hvað er það? Það er svona, það er eldiljósið. Já, þið voru að vinna bara saman. Við vorum bara að vinna saman með menntaskóla. Já, hann var að vinna þarna, var eitthvað í tækninni. Hann var orðinn 21 og ég var bara að vinna þarna með menntaskólanum. Og svo segi ég við hann, við erum búin saman í 3 ári eitthvað og ég segi bara, ég ætla að fara til útlanda, ætlar að koma með mér. Og hann bara, já, kem með. Og fer að vinna og hann vinnur úti í tæknibransanum þar. Fer og vinnur hjá Chelsea fótboltaleikvanginum með svona ráðstefnuhald og svoleiðis. Verður tæknistjóri þar yfir því venjúi og svo fer ég Hvað er hann þá mentar? Hann er með rafeindavirkjun og svo bara sjálf mentaður ljósa og hljóðmaður.
í rauninni. Þannig að þið vinnir stundum saman líka? Eða? Já, en við snemma á lífsleginu ákvaða við ætliðum ekki að vinna saman sem leikstjóri og tæknimaður. Ég skilu. Það fór betur í lífið að vera ekki að vinna saman. Þannig einhver saga þarna? Nei, við hann var ofta að hjálpa mér upp í Mosó þegar þegar ég var leikstjóri að krakkaleikurunum. Og hann nefndi því ekki og það skapaði svona pirringur á milli eins og gerist þegar maður bara býr saman og vinnur saman og þannig við ákváðum að lífið okkar væri bara betra ef við værum ekki að vinna saman svona, við náttúrulega gerum alls konar saman og hjálpum staði öllu. Já. En svo fer ég semst í þetta nám úti og kemst þá inn í rauninni eftir árið í 3 ára bachelor leikara nám á sem sagt það heitir Contemporary Theatre sem svona eins og sviðshöfundabrautin þar sem við skrifum og leikstýrum og vinnum meira sem sviðshöfundar heldur en bara í straight leiklist. 4 ár út í London? Já, ef við byggum þar í 5 svo vorum við 1 ár eftir. Já. Þar rak ég leikhóp með vinkonum mínum og settum upp sýningar í leikhúsum í London og fórum til Edinborgar með sýningar og vann í dótabúð á meðan. Finnst þér eins og þessi ár í London hafi gefið þér einhverja auka auðvitað, ég veit þetta aðsnæli spurning út, ég veit að það að fara til útlanda og búa þar og þurfa að finna út úr öllu, það þroskandi en svona umfram það ef þú hefði komist bara inn sem leiklistanemi hérna í Listaháskólanum. Sko, já, það gefur mér í rauninni þessa leikstjóra vegferð sem og það ákvörðunina að fara út í miklu meir leikstjórn heldur en að leika sjálf og því í skólanum fæ ég að leikstýra og skrifa og kynnist þar þessum vinkonum mínum sem við sköpum búum til hennan leikhóp og það verður svona normið og mér finnst að vera að koma núna í leiklistaskólanum hérna heima með sviðshöfundabrautinni að það fólk að koma út sem bara byrjar að skapa strax eins og bara þau sem í aftur á móti í Háskólabíó þau eru sett upp með allt á hreinu söngleikin þau eru til dæmis koma út á leiklistaskólanum og búa til leikhóp og byrja bara þannig að búa til sín eigin tækifæri og Vesturport þannig hópur líka sem kemur beint úr skólanum og byrja bara að skapa en það eitthvað tól sem að ég veit að ég hefði örugglega ekki dottið inn á nema að því að ég var úti í þessu námi með þennan kennara og þennan hóp. Ég veltaði fyrir mér út, ég mann þegar Vesturport auðvitað hafði verið svona leikhópar áður en það var svo áberandi að þau voru ekki einhvern veginn að horfa eða bíða eftir að vera einhvern veginn ráðin. Já, þau byggu bara til þar sem þeim langaði að gera og fundi sér stað og rými til þess að búa til og það náttúrulega bara þau eru mjög mikið innblástur bara frá þeim og bara hvetjandi að sjá hvert þau eru komið núna eftir öll þessi ár að harka og þau náttúrulega líka sömur inn í leikhúsunum að vinna og í svona flakki en svo einhvern veginn svo gaman að koma bara saman og búa eitthvað til. En þetta lýstaði svona þessum tilfinningum sem fylgja þessu? Ég meina, segjum sem svo, þegar þú kemur heim, þá stendur þú svolítið fyrir utan íslenska leikhúslífið. Já. Og ég meina, þessi ótti að ég fæ ekki verkefni eða... Sko, nei, í rauninni ekki. Það ég náttúrulega var úti í 1 ár og ákveð svo að koma heima því okkur langaði bara eignast fjölskyldu og vera nálægt fólkinu okkar en ég kom heim og hugsaði bara ég ætla að gera alls konar ég veit að það enginn að fara að hringja mig og segja að því ég ekki með neitt tengslanett innan bransans þannig ég fór bara að gerði alls konar ég fór á námskeið, ég fór kynntist fólki ég fór spunanámskeið á Improv Ísland, ég fór á skuggaleikhúsnámskeið, ég fór á uppistandsnámskeið, ég fór á ritlistarnámskeið og í öllum þessum námskeiðum kynntist ég fólki sem að sem leiði manni í eitthvað annað þannig að allar ákvarðanir leiða þig
í þá næstu. En þarna samt þurftur að setjast yfir þetta og hugsa hvernig ætla ég að gera þetta. Já, en svo einhvern veginn, ég sá Improv Íslandi, þekkti fólk áður fyrir sem var í þeim hópi. Svo var ég svo ógeðslega heppin að amma mín, María Guðmundsdóttir, leikkona, hún þarna var hætt að vinna og alltaf til í eitthvað skemmtilegt. Og ég eiginlega svona, við urðum svona námskeiðsvinkonur. Fórum saman á öll þessi námskeið. Já. Fórum saman í Improv Ísland og uppistandsnámskeið og við fórum saman í ritlist og það var alveg ótrúlega dýrmætt og gaman að fá að vera með ömmu sinni. Hvað er hún gömul? Sko, hún er dáin núna. Hún deyr fyrir 4 árum síðan. Já. 2023 held ég, 22. Og þá var hún 80 og eitthvað, 82-83. Þannig hún er þarna á áttræðisaldri að fara með þér á alls konar námskeið. Já, og bara leika sér og renna á rassinn og gera eitthvað vitleysur og fólk hristir hausinn yfir henni og bara, hún var svo ótrúlega ófeimin og til í allt einhvern veginn. Og mér þótti það svo gott að vera með eitthvað svona partner og líka bara dýrmætt að fá að vera með ömmu minni og leika við hana. Er hún móðuramma þín? Já, móðuramma. Og þannig að við áttum þannig alveg mjög dýrmættar stundir saman og vorum að spinna í improv og með uppistand hjá Þorsteini Guðmunds og það einhvern veginn og þar kynntist ég fólki sem að heyrði svo í mér eins og þar kynntist ég Söru Martí, leikstjóra vinkonu minni og hún hefur sambandið með hún að sækjum styrk til Sviðslistasjóðs og spyr hvort ég vilji vera leikari í einni sýningu hjá henni og það hefði ekki komið nema í gegnum að því ég fór á námskeið. Já. Og þannig að ég segi alltaf við alla sem koma heim frá útlöndum úr námi bara verið forvitin, veriði æst í að gera hluti, nýtið tækifærið að geta bara gert hvað sem er, gera eitthvað sem að ykkur líður illa með en það er alltaf, allt sem þú gerir það hefur áhrif á framtíðina þó það gerist ekki alveg núna. Segðu mig þá, mér langar aðeins að ögra þér hérna að koma þér til þess að tjá þig eitthvað. Hvað, út af því að það að fara einmitt baksviðis og gera sig gildandi í þessum heimi, það er örugglega ögrandi verkefni sem að þú hefur þurft að gera þarna. Hvað er það svona erfiðasta sem þú hefur gert en fundið að þú þyrftir að gera eins og varandi það að gefa það á tal við einhvern eða banka upp á einhver staðar þar sem að... Já, ég hef alltaf haft það þannig að reglu minnst að það er náttúrulega alltaf ógeðslega erfitt að teygja sig út til eitthvað og segja, hæ, viltu, má ég gera? Og mér finnst það mjög mikilvægt að maður geri það. Og fyrsta sinn sem ég man eftir að hafa gert það var þegar ég bjó í Bretlandi og Vesturport voru að koma til London og með sýningu með Faust. Já. Og ég sendi post á þau og sagði, hæ, má ég koma og hitta ykkur? Og fekk bara mjög jákvætt tilbaka. Bara, já, endilega gott að hitta okkur. Sem er svo þakklátt og að því að ég fekk það frá bæði Gísla Erni og Ingvari. Þeir svöruðu bara, og Óla Dara, þeir voru allir bara, já, komdu að hitta okkur og bara fáum okkur drikka eftir sýningu og komdu á sýninguna og síðan þá hef ég alltaf verið ef ykkur tegir sig til mín núna segir, má ég koma að kynna mig fyrir þér þá reynir ég alltaf að segja já. Að þetta snýst það en það er alltaf ógeðslega erfitt að setjast niður og vera bara, ok, hvernig get ég selt sjálfan mig í ykkur e-maili vera bara, ég er frábær viltu hitta mig og það er og eins bara, ég fara á fund með borgarleikhússtjóra, ég fara á fund með þjóðleikhússtjóra og oftast segir fólk, já, ég skal hitta þig en ég er ekki með neitt og ég, einhvern veginn svona mantran mín er það versta sem getur gerst þegar eitthvað segir bara nei og það er ekki að er fullt af höfnun á leiðinni alveg fullt og alls konar tækifæri einu sinni fór ég og vildi fá að leikstýra það er alveg 10 ár síðan sko þar sem þá vorum við nýbúna að vera með Ronju Ræningardóttir í Þjóðleikhúsinu
sem var þá áhugaverðasta áhugasýningin sem við settum upp í leikfélaginu í Mosó. Já. Og hún var á stóra sviðinu í Þjóðleikhúsinu og ég bara, yes, ok, búin að meika það. Nú er þetta komið, sko. Ég bara búin að sýna sýningu á stóra sviðinu í Þjóðleikhúsinu. Og svo bara eftir það var 3 uppselda sýningar, gekk ógeðslega vel. Og svo sendi ég á fólk og vil fá fundi eða eitthvað og færinni bara svara ég þurfi bara að æfa með hans meira ég sé ekki alveg tilbúin og ég þurfi að æfa mig og Það ég er bara sagt beint út. í rauninni já, bara þú þarf bara að æfa það hans meira, þú ert ekki alveg tilbúin að koma á stóru svið og ég eitthvað svona en það var ógeðslega leiðilegt á þeim tíma og ég var ógeðslega pirruð og eitthvað en svona þegar maður horfir tilbaka þá er ég alveg sammála, ég þurfti að æfa mig eða svona æfa mig, ég þurfti bara að safna þessi í bankan. Já, Ég var reynslu. bara nýkomin heim og allt sem ég er búin að gera síðan þá og það eru 10 ár síðan, Já. 10 árum setna, þá er ég að gera sýningu á stóru sviðinu í Þjóðleikhúsinu og ég bara, já, nú er ég tilbúin. Já, og þá færðu bara velunin. Já, og þá er ég bara, já, ok, nú veit ég hvað ég er að gera. Já. En samt að sko eins og bara að leikstýra í fyrsta sinn á stóra sviðinu, það er heljarinnar mál og ég var að leikstýra blómanum á þakinu út í kúlu í Þjóðleikhúsinu og Edda Arnljóts leikkona sem var með mér þar kemur til mín yndisleg og segir Agnes, þetta hérna sem við erum að gera það er árabátur en þetta þarna, svo benti hún út í hús þetta er togari og ég að já og svo bara þegar ég var inn í miðju ferlinu í línu og öllu það bara, já, þetta er togari. Þetta er miklu stærra. Það er miklu meira fólk. Það er miklu meiri. Þú þarft að... Þannig ég veit að næst þegar ég leikstýri á stóru sviðinu, þá er ég búin að safna í reynslubanka líka. Og ég mun gera alls konar hluti örugglega betur. Hvað upplifir þá á þyrftir að reka þig á núna? Var eitthvað svona sem að þú hugsar, vá, þetta vissi ég ekki. Nei, í rauninni ekki. Ég vissi alltaf að þetta væri mikið, þetta væri stórt en þú einhvern veginn, þegar þú ert með litla sýningar, þá getur verið meira dúlla svona í hlutum og svona prófum þetta, nei, það virkar ekki, gerum þetta, nei, það virkar ekki. En þegar þú ert með svona stórt batteri, með svona mikið að leikurum og mikið að propsi og mikið að leikmynd, þá þarftu bara svolítið að vita hvað þú ert að gera og vera búin að ákveða þig miklu fyrr sem ég vissi en svona samt held ég að ég væri til í að vera bara ennþá meira undirbúin og ég held að þú getur ekki verið meira undirbúin nema að vera búin að prófa það einu svona og hugsa, já, ég held ég geti gert þetta aðeins betur. Finnst þið það núna eftir línu að það sé ýmislegt sem þú hefðir gerðir öðru sem þú fengir annað tækifæri? Já, ég held það. Ég veit, ég er ekki alveg með eitthvað pinpoint á hvað en meira svona bara í ferlinu að og það er líka bara með litla sýningar þegar þú gerir eina þá bara næst þá ætla ég að gera það meira svona og þetta er eitthvað sem ég hef líka bara þróa með mér í sko vinnunni upp á RÚV að þegar við erum búin að gera verkefni þá höfum við svona rýnifund eftir á og sem bara ok, hvað gekk vel? Þetta gekk vel. Hvað hefði getið gengið betur? Já. Þetta hefði getið gengið betur. Ok, hvað getum við gert til þess að gangi betur næst? Og svo þegar kemur aftur að því verkefni þá förum við aftur yfir skýrslun okkar og sjáum, já, þetta var vesen, við skulum passa að gera það ekki aftur. Og þetta er bara eitthvað sem ég hef þróað með mér eitthvað svona tækni til þess að bara betra sjálfa mig og betra vinnuna, besta tíma allara. Því mér finnst svo leiðilegt að sóa tíma annara. Já. Þannig að þetta er svona þróunar vinna. Já, og ég er alltaf að læra. Ég er alltaf forvitin. Ég er bara forvitin. Ég er alltaf bara... En núna, eins og þú segir, þetta var rosastórt verkefni hérna Lína Lánsokkur og þú varst þarna að stýra þessum togara og í Höfn. Já. Hérna, hvernig fór það með þitt persónulega líf og hinn störfin þín? Sko, ég var heppin, eins og maður segir. Ég var í fæðingarorlofi. Þegar ég geri þessar 2 sýningar, ég geri blómun á þakinu og Línu á tíma sem ég er í ég er náttúrulega ekki í fæðingarorlofi á þessum tíma sem ég er að vinna en ég var, sem sagt, fór í orlof í október en tók mér árs frí frá vinnunni upp á RÚV
og skipti þar á milli þar sem ég var í fæðingarorlofi og svo launalausu leyfi. Já. Og þegar ég var í launalausu leyfi á RÚV þá var ég að vinna í Þjóðleikhúsinu og það var alveg challenge sko, að ég vissi það þegar ég fór inn í þetta að Fróði litli strákurinn minn, hann var 3 mánaða þegar við byrjuðum á blómunum á þakinu. Já. En ég náttúrulega bara gift yndislegum manni sem var með hann á þessum tíma og ég bara mjólkaði mig í hádeginu og varum alltaf með lengri matarhlíða þegar ég var með svona ferðamjólkurpumpur með mér til þess að pumpa mig og svo kom ég með það heim og hann drakk það pelan þá daginn eftir. Vá, guð, var þetta ekki erfitt? Þannig að þetta var smá svona, maður þurfti svona að kópa svolítið í þessu en ég var bara, mér langaði svo að gera þetta og þetta var svo skemmtilegt og þeir komu oft og eitthvað og svo þegar frumsýnum við blómin og ég fer þá aftur í orlof og svo tekum við tímið þar sem að við förum í línu og þá ég oft með litla með mér, þá var hann örugglega orðinn 7-8 mánaða. Þá var hann oft bara með mér, ég keypti mig bara Hvað heitir hann? Hann heitir Fróði. Fróði litli og svo Oddur stóri. Já. Og ég var bara með Fróða svona svolítið hangandi utan á mér, ég keypti mér svona babybjörn póka. Já. Og var mikið bara með hann með mér og labba á milli, var fylgjast með hvað deildirna voru að gera en svo var ég svo heppin að stelpa sem að ég þekki sem að passaði fyrir mig. Hún kom og var bara í Þjóðleikhúsinu inn í þarna einu rýminu sem svona þar sem að krakkarnir eru þegar það eru sýningar og hún var þar með litla stráki minn og ég var hlaupandi á fundum og hitta listinnar stjórnendur og eitthvað og þannig að hún var með hann í húsinu þannig að ef eitthvað gerist þá bara sendi hún á mig og ég kom ef hann var þyrstur eða þurfti að drekka þá kom ég og gaf honum og þannig að hann var hjá mér í húsinu svona allavega einn mánuð cirka. Nú velti ég fyrir mig þarna tókast á hjartaðið fyrir listinni og hjartaðið gagvart litlistrákunum. Já, og fjölskyldunni en ég brenn svo mikið fyrir þeim líka, þeir eru svo mikill innblástur í að búa til og skapa og minningarna mínar við leikhúsi með mömmu og ömmu eru svo geggjar að ég held að þetta og ég alveg ágætlega heil út úr þessu öll saman að þarna ég held að þetta hafi ekkert slæma áhrif á þá en vissulega er það erfitt að vera ekki heima og þetta er í eðlokkar í hormónakerfi okkar kallar svo á þessara og bara tengingu. Mjög erfitt oft að vera vinna lengi og þeir bara heima með pappa sínum og það er alveg mjög erfitt sko. Fékkstu svona grát kost og svona einhverja tilfinningasveiflur? Nei, náttúrulega alltaf eitthvað en ekki mikið sko. Aðalega, þetta er bara svona þegar það er alveg kom frumsýning í bara tækniviku maður að vinna frá 8 mótnana til miðnættis 1-2 á nóttunni þó maður sé bara í 8 tíma eða 6 tíma með leikurunum þá ertu svo líka eftir á með að vinna bara í sviðsmynd og tækni og að sjá til þess að allt gangi upp. Þá er maður bæði þreyttur og í burtu frá fjölskyldunni sinni. Og líka bara manni langar að gera vel og sérstaklega þetta eins og í línu fyrsta skipti sem ég er að leikstýra á stóru sviðinu og ég bara mér langar að þetta sé flott og mér langar að þetta sé æðislegt og þá einhvern veginn svona náttúrulega byggist upp spenna. Þannig að ég held að sé þannig að 3 dagar í frumsýningu og þá brotnaði ég einu sinni og þar var einn góð vinur minn sem greip mig bara og sem var að vinna með mér og svo bara hristi ég það mér helt áfram. Hvernig er það? Er það þú ert í vinnunni og þá kemur upp einhver aðstæðar sem að þú bara getur ekki meir? Já, eða bara eitthvað maður bara bugaður og maður veit ekki hvernig maður á að finna út úr einhverju og það er bara alls konar sem kemur upp. Kemur ekki ofta eitthvað svona algjört vonleysi á þessum Jú, sérstaklega á þessum tíma sko, þegar þú ert alveg bara að því þú ert að keyra þig alveg út sko, þú ert að vaka lengi, sofa lítið þarft að vera á tánum alltaf
en ég brenn samt fyrir því. Allt sem ég sæki mér í þessar sveiflukendu vinnur, sko. Sjónvarpið, það spenna þar. Svo hef ég verið að vinna á live viðburðum og vera að leika og Þannig að þú sækir í þetta. Þú nærist að einhverju leiti í þessu andrúmslofti. Já, en svo elska ég líka bara að vera heima á mér á náttfötunum að leika og kubba með strákunum mínum, sko. Það líka æðislegt. Hvernig eins og eftir frumsýningu? Hvernig dagurinn á eftir? Sko, dagurinn á eftir þá maður á svona bleiku skýi, sko. Svolítið. En svo alltaf, og það bara all tala náttúrulega í leikhúsgeiranum að maður fær svona post-performance blues svolítið. Það svo mikið tómarými sem myndast. Þú ert búin að vera að vinna með fólkinu þínu endalaust og svo allt hérna bara ekki neitt fyrir að kemur næsta sýning og sérstaklega náttúrulega þetta ekki eins og skilnaði bara? Jú, fólk bara búið að mynda fjölskyldutengsl. Já, og svo bara líða bara dagar þar sem þú hittist ekki og svo koma sýningarnar og meira að segja sko sem leikstjóri þá náttúrulega ferðu alveg. Já. Þú ert ekkert að koma á sýningar. Þau halda áfram leikhópurinn en þú ert farin. Og þú ert einhvern veginn svona, kemur alltaf aftur og maður svona kíkir á þau og eitthvað. En ég fæ alltaf svona sveiflur eftir alla sýningar, hvort sem það eru stórar eða litlar. Það bara einhvern veginn, en svo maður bara farin að læra hvernig maður kemst upp úr þeim. En stundum var það lengur, stundum var það styttra. Það fyrir bara svona eftir hvað maður hvort það sé janúar eða mæ, skilur, hvernig birtan hversu erfitt að koma sér upp úr hólunni sinni, sko. Já, þannig þú upplifir það alveg, hvernig myndir þú lýsa því? Það alveg svona bara doði einhver, eða? Já, þetta meira bara svona eitthvað svona tómleikatilfinning, einhvern veginn, það eins og vant eitthvað svona kannski erfið, þetta svona, skilju, þetta bara svona þunglindir sveiflu eitthvað ef maður á að lýsa í þannig án þess að þetta sé sjúklegt. En þetta svo skýrt eins og þú lýsir, þetta svona eins og verða viðskilju við hjörðina sína. Já. Og þú veist, út í náttúrunni þá bara leggjast dýr út og deyja ef þau verða viðskilju við hjörðina sína. Já, einmitt. Þannig að þetta svolítið eitthvað þannig. Og líka bara þetta svo skemmtilegt og þegar eitthvað skemmtilegt búið þá maður svona og þetta búið. Já, þetta skemmtilegt. Þetta gaman, annars væri maður ekki að hrærast í því, sko. Ok, hvað ég er að hugsa hvað hefur verið skemmtilegast, ef ekki bara segja það, spyrja að því. Það mér langar núna svona að draga fram eitthvað svona punkta í lífinu, eins og í leikhúsinu. Hvenær var skemmtilegast? Sko, mér finnst skemmtilegast, sko, mér finnst alltaf svo gaman þegar ég fæ að vinna með skemmtilega fólki og svona highlightin mín að ég gleymi aldrei, ég var nýkomin heim úr námi og var aðstofaleikstjóri í Hróahetti í Þjóðleikhúsinu og það var bara svona fyrsta sem ég gerði í atvinnuleikhúsi eftir ég kom heim og var æðislegt, bara geggjað tækifæri að fá að koma að vera þar og mér fannst svo gaman að í því verki voru að leika margir mjög góðir leikarar og þar með var Stefán Karl að leika og Gói, Guðjón Davíð og þeir eru báðir mjög fyndnir menn og þeir voru alltaf í svona grínkeppni eða skilur, án þess að vera í keppni þeir bara að vera fyndin og skemmtilegur og það var sem fyrsta sinn sem ég hugsaði, vá, ég bara hérna inn í rými með fólki sem að ég er búin að líta upp til lengi og nú erum við bara kollegar. Já. Og það svona fyrsta svona mómentið. Og þá ertu tiltölulega nýkomin úr námi? Já, þá er ég bara alveg nýflutt heim, sko. Ég útskrifst 2013 og kem heim það svona haustið 2014 og fyrst fer ég í Caritas í Þjóðleikhúsinu sem aðstofamaður og kvíslari og svo fæ ég þetta tækifæri í kjölfara því og það þannig að það þarna eitt svona highlight en svo það sem að mér finnst líka sem ég horfið tilbaka sem að svona skemmtilegast hvað ég er búin að fá að ferðast mikið með leikhópnum mínum miðnætti að við höfum skapað sýningar barnasýningar sem ferðast allan heim og saman með vinum mínum bara mínum nánustu bestu vinum sem eru með mér í leikhóp
höfum við farið til Grænlands, við höfum farið til Japan, við höfum farið til Póllands og Íslands og sýningar sem að sýningun okkar sem heitir Á eigin fótum sem byggir á sögu föðurömmu minnar og svona íslensk saga stelpu sem send í sveit í gamla daga og það þegar við fórum til Japan, við vorum búin að vera á leiðinni okkur var boðið, svo kom að fara Segðu mér aðeins frá þessari sýningu á eigin fótum íslenska stelpur sem sendi í sveit það nefnilega yfirleitt alltaf íslenski strákar sem sendi í sveit Já, einmitt, þetta íslenska þetta ömmu mína, Ninnu sem að bjó í Reykjavík og var sem sagt send í sveit sumarlangt og hvað heldur hún hafi verið hvaða ár það? Hún 6 ára þarna, hún fædd 1930 þannig að þetta er 36 fer á hjóli með pappa sínum frá Reykjavík til upp í Borgarnes og upp á Mýrar og dvelur þarna á þessum sveitabæ á Mýrunum í Borgarfirði og yfir sumarið og þetta svona og þegar ég var lítil þá sagði amma mér alltaf, þetta föður amma mín sagði hún mér sögur af því þegar hún var í sveit og alls konar ævintýri og fuglarnir og ég einhvern veginn tók allar þessar sögur og bjó til verksýningu sem ekki með neinum orðum hún er með 5 orðum það pabbi, Ninna, Snati og nei og já eitthvað svona, það eru bara örfá orð, annars hún öll með svona búkljóðum og aðalhlutverkið Ninna leikin af brúða, svona metershá bunraku brúða sem leikin með bunraku stíl sem japansku brúðustíl, það sem eru 3 aðilar sem að leika brúðuna og það einn leikari sem heldur í höfuð og hendi og einn í hendi og rass og einn í fæturna og hún hreyfir sig bara alveg eins og alvöru stelpa, þessi brúða og þetta rosa mikið samhæfing og þannig að það eru 3 leikarar og svo einn leikari í viðbót sem leikur með, þannig að það eru 4 leikarar á sviðinu og svo eru 2 tónlistamenn, fiðla og harmonika og þessi sýning við búum hana til 2017 og fyrsti svona atvinnusýningin sem við búum til í miðnætti. Hvað svona veldur því að hún fær svona mikla athygli og margar þjóðir vilja sjá þessa sýningu? Hún svo falleg. Það þessi brúðustíll og það lifandi tónlist sem er búin til á sviðinu. Það notum lúppedal og við notum object manipulation sem í rauninni svona hluta brúðuleikur. Það sem að hlutirnir lifna við og verða að brúðum. Þannig að taskan og fata verða kálfur, útvarp og fata verða svín og svo hundurinn skór og trefill og þetta svona... Þarna erum við komin að svona sköpunargáinu. Já, þetta svona... þetta finnst okkur mjög gaman. Hver þinn helsti styrkleiki? Ef þú nefnir eitthvað svona það sem að þú veist þarna ég með svona snilligáði. Sko, náttúrulega barnaleikhús, en það þetta einfalt storytelling. Að segja einfalda sögu á listrænan hátt. Og það einmitt þessi sýning á eigin fótum og svo erum við líka með hreiðrið í þarna Þjóðleikhúsinu sem svona ungbarnasýning. Þar sem líka unni með mjög fá orð og talaði gegnum leik eða svona sýnt bara með líkamann hvað við erum að gera. Þannig að ef þú segir það sem besta sem ég hef gert, það þá þessi sýning sem að... Sko á eigin fótum já, ég myndi segja að hún væri bara svona topp sýningin sem við hefum gert, sem svolítið leiðilegt að það var fyrsta sýningin. Nei. Ég fór einmitt að hugsa það og ég með spurninguna hvað draumaverkefnið? Já. Þú búin að gera svo margt. Ég búin að gera mjög margt. Og komin á svo góðan stað á þínu ferli myndi ég halda, en það ekki, hvað getur þú svarað því núna? Nokkur draumaverkefni eða draumaaðstæður sem þú sér fyrir þér? Sko, ég náttúrulega á algjörum draumastað núna, eins og segir. Já. Og einhvern veginn svona bara átta mig á því að ég akkurat núna
er ég þar sem ég var búin að stefna að lengi og ætla að leyfa mér að dvelja hans í því áður en ég fer að horfa mikið fram á við en núna draumurinn bara að fá að halda áfram að gera þetta að halda áfram að búa til verk á stóru sviðinu halda áfram að búa til litlar sýningar sem fólk getur upplifað saman náttúrulega Lína mikið draumaverk og svo öll þessi verk sem manni langar að gera mér langar að gera Dýrin í hálsaskói Skilaboðaskjóðuna langar að gera Trölli var alltaf mjög mikla ást og trölla en það verið að gera hana í Borgó þannig að ég mjög spennt búin að kaupa með miða og bara ógeðslega spennt að fara að sjá það það svona hjarta í því og svo elska ég söngleiki ég var alveg til að leikstýra einhverjum söngleik stórum fjölskyldu söngleik eða fullorðins söngleik eða eitthvað þannig að það alltaf alls konar sem manni langar sko leikstýra í bíó ég hef ekki gert það, ég hef gert sjónvarpsþætti en Langaði í svona stjórnunstörf? Ég náttúrulega í smá svoleiði starfi. Þú nefnir það ekki sem svona toppin? Jú, ég þar. Það er sem það ég sem að, sko. Já, og þú ert að njóta þess. Já, ég held ég mig langi nú ekki að fara eitthvað mikið hærra en það sko. Þá minnkar listsköpunin. Já. Og ég þrífst svo rosa vel í henni. Og ég fæ hugmyndir þegar ég að vinna í hugmyndum. Ég hef aldrei frjóari en þegar ég að vinna í sýningu. Já. Þegar ég að leikstýra ykkur einu, þá ég með svona 7.000 aðrar hugmyndir. Og ferðu þá punktur hjá þér og ferð svo heim og já. Já, afi til dæmis sýningin, hún hugmynd sem myndaðist þegar við vorum að gera blómin á þakinu. Já. Og við bara gerum það næst. En höldum áfram í þessu. Já. En geymum það. Já. En ef við förum aftur að persónulega lífinu, þá ertu sem sagt búin að vera með manninu frá því að þú ert unglingur. Já. Og svo giftið ykkur og eignist svo 2 stráka. Já. Þannig að það þú komið með það líka svona ert á besta stað þar? Já, ég held að við vorum mjög duglega að gera það sem okkur langaði áður en við eignuðum strákan okkar. Við vorum mjög lengi saman áður en að þeir fæðast, þann eldri 6 ára. Já. Þannig að við vorum búin að vera saman í 15 ár þegar við eignumst strákan okkar en giftum okkur þegar ég 23 ára. En þegar fólk kynnist svona ungt eins og þið, er það svona eins og þið, þroskið saman eða hvernig er sambandið ykkar? Við erum rosalega heppin með hvort annað að við þroskumst mjög vel saman, leifum hvort öðru eiga sikkur áhugamálin, eigum líka áhugamál saman, erum ótrúlega góði vinir, tölum mjög mikið saman og hjálpum stað í erfiðleikum þegar kemur hjá sikkur okkar, eða sem sagt, ef maður lendi í ykkur erfið í vinnunni eða eitthvað, þá veit að maður var alltaf eitthvað heima sem okkur tala við og rætt eitthvað einn málin. Og bara svona lifum svolítið á svona, við erum með svona svipu gildi bara í lífinu og það svo mikilvægt. Þú sagðir áðan að þú spyrði stundum bara hvernig kynnst konuðinni þegar þú að byrja að vinna með fólki. Já. Veistu hvað það sem að gerði hann réttan fyrir þig? Hvað heitir hann? Hann heitir Andri. Andri, já. Já, Andri og Agnes, AA. Aha. Ég veit að ég náttúrulega eldist við hann þegar við vorum að byrja saman og einhvern veginn ákvaða hann yrði maðurinn minn og hann svona já, ég skal vera maður. Nei, en það svolítið, ég mjög mikill drifkraftur í mér en hann mikill pælari og hann svolítið svona dreifur minnir á jörðina svolítið, hann jörðin mín svolítið. Ég svolítið fiðrildi og hann með mjög mikla réttlætiskennd og það ég líka. Mikill svona hann svona mikill fréttanölli og sem ég ekki þannig það rosa gott ég segi mér ef eitthvað gerist í heiminum sem ég þarf að vita. Já, hann letið vita að það verður eldgos. Já, og þannig að það einhvern veginn svona svo hann bara svakalega góður með börn
og mun betri með svona unga börn heldur en ég, þó ég sé mikið að vinna með börnum, þá finnst mér gaman þegar þau eru orðin svona 4 ára. Já. Ekki það ég elska strákarna mína líka þegar þau voru litlir, sko, en hann er bara með svo mikla þolumæði gagnvart öllum og nennir alveg að bardúsa og elskar Excel-skjöl og rútínur og þannig að við svona hjálpum hvort öðru að Því að við svona styrkleika sem vinna vel saman. Já, og líka bara við erum bæði svolítið hvatvís til í að gera hluti, bara herra, ég að gera þetta, já, förum. Það þarf ekki að vera pæli hlutunum, eins og þau fluttum til London, bara, ég komst inn í skóla, ég var að fara eftir 2 mánuði, já, flytjum. Hvað er það skemmtilegast sem þú myndir gera eftir að vera búin að vera í svona löngu erfiði verkefni, segjum að það eru nokkru dagar hérna í frí, hverja viltu tala við, hverja viltu hitta? Sko, ég vil hitta, svona leikstjóra vinkonur, 2. Ég vil hitta þær. Svo á ég líka hóp af stelpum sem við kynntust í grunnskóla og eru æsku vinkonum mínar. Og ég elska að hitta þær að því við erum allar svo ólíkar og það er enginn í leiklist og þær eru bara vinna við alls konar áhugaverða hluti og það er svo rosalega fest og frískandi að fara að tala við þær sem eru ekki að hrærast í sömu hrærivél og ég. Já. Og náttúrulega svo mikill banki, þetta eru æsku vinkonu, við höfum búin að vera saman í grunnskóla frá bara í 1. bekk og upp í 10. bekk og saman í Lúðrasveitinni og í leikfélaginu í Mosó þegar við vorum úrlingar en sumar en ekkert allar og það er mjög nærandi hópur að því það er fólk sem þekki mann alveg frá æsku og veit ná og maður getur setið í þögn, maður getur setið og talað og getur einhvern veginn, það er svo mikið traust og hvert fer í mat? Hver býður í mat? Ég fer mikið í mat til Tengdó fyrir mikið í mat svo fer ég í mat með þessum leikhús vinkonum mínum, fyrir við oft út að borða og borðum eitthvað gott svo finnst mér líka rosa gaman að fara í sveitin okkar, við eigum sem sagt sveitabæ hjá Stokkseyri og förum ekki nógu oft þangað en þangað finnst mér mjög gott að fara og aðeins bara fara að kíkja á kuðsurnar og hver á þá sveit? Hvernig? Það er, semst ég og maðurinn minn og tengdaforeldrar mínu eigum þar sveitahús sem við keyptum saman fyrir einhverjum árum. Og það er búskapur? Já, þetta er semst þrjú hús sem eru saman, það er búskapur, bóndinn býr í einu húsinu og svo búum við hinu við hliðina. Já. Og það er alveg æðislegu staður að geta farið og eiga eitthvað svona skjól fyrir utan. Já. Og þegar þú býður, ert með laust laugardagskvöld, hverjum býður í heimsókn? Í heimsókn? Sko, ef ég á laust laugardagskvöld, þá eiginlega er ég bara heima einn, sko, með manninu mínum. Já. Maður einhvern veginn er alltaf með háleitar hugmyndir að langa að halda boð og partí, en svo er ég svo mikið úti á lífinu, eða skilur að hitta fólk og að mér þykir alveg ofsalega dýrmætt að vera með kvöldin mín og gera eitthvað heima og grúska og prjóna en svona staðurinn sem ég fer á til þess að og ég fæ alveg bara svona hér opnast hjarta mitt það er kórinn minn sem ég er í viðlagi sem er svona söngleikja kór og það er svo dásamlegt fólk þar og ég gleymi því oft kemst ég ekki að því ég er að vinna og eitthvað ég gleymi því þegar ég mæti þá man ég það er svo gott að syngja það er svo gaman og bara ég hópa fólki að syngja og það hljómar vel þá fæ ég alveg svona þetta er æðislegt þú segir mér sér alveg opnast hjarta mitt alveg svona, það er þú upplifir það og ég hef alveg sko mætt á æfingu og fara að gráta bara af því að mér finnst þetta svo dásamlegt og ég var í boði daginn í afmæli þar sem ég átti þessu uppgötun aftur hjá vinkonu minni, hún var að halda upp á 50 afmæli sitt og var með samsöng svona fellesang eins og í Danmörku
og það var bara verið að syngja Vikivaka og Bjögga Halldórs og H.L.H. og bara eitthvað svona lög. Hvað voru söngbækur og já, gítar? Já, það var söngbækur og það var píanó og það var bara verið að syngja og þú þurftir ekkert að syngja vel, þetta var eins og maður söng í rútu í gamla dag. Náttúrulega maður söng í rútunni frá Mosfellsbæ til Akureyrar með skólahljómsveitinni alla leiðina og þarna var ég í þessu boði og þá einmitt var ég bara þetta er svo geggjað. Við erum hætt að syngja saman. Það fer alltaf mjög fækkandi stöðunum þar sem að maður hittist og tekur upp söngheftið og syngur. Já. Maður gerir þetta í útilegum og svona og ættamótum og ættamótum, já. Og góð hugmynd. Já, mér fannst þetta ætla ég að gera. Ég ætla alltaf partí og vera með píanó og láta alla syngja. Já. En við erum nú að koma að lokum. Þú nefndir ekki mömmuðina og pappa, þú veist, sem þú ert ekki í svona stöðugu sambandi við til dæmis mömmuðina. Jú, Jesús minn almáttur, ég hringi mömmu mína 2 á dag, sko. Já, við viljum halda mömmum hérna í heiðri. Mömmur eru bestar, alltaf. Ég sendi mitt á mömmu mína eftir grímuna og segi, mamma, ég þakka ekki þér. En hún er náttúrulega bara stórkostleg. Bara er fast og það er bara... Hún er það og maður minn segir oft bara, þú ert alltaf að ringi mömmu þína. Ég segi, mömmu, akkur... Ég ringi bara hérna, bara til að segja hæ, spyrja hvernig dagurinn var, segja frá, spegla. Við náttúrulega rosalega góða vinkonur og hún er leikskólakennari og ég hef unni með henni bæði í leikhúsi og leikstýrt henni og unni með henni á leikskóla og hún er mikill meistari og besta amma í heimi og en já, ég tala mjög mikið við hana. Segjum að þú fáið tilnefningu í grímuna, í hvað hringirðu fyrst? Ég hringdi í mömmu mína fyrst. Já, það er mamma fyrst. Og manninn minn. Já. Og ég held ég hafi hringt í manninn minn en hann svaraði ekki, þannig ég hringdi í mömmu. Já. Ég held þetta hafi verið þannig. Hann á til að svara ekki símann. Er eitthvað sem þið langar að segja hérna? Hvað, þú veist, skilaboð sem að þér eru hjartfólkin varðandi börn? Já, sko, mér finnst, ég segi alltaf við strákana mína og varðandi börn og allt, að mér finnst vera mikilvægast í heimi að vita að þú mátt skipta um skoðun. Að þú ert búin að ákveða eitthvað, það má þér hægt að finnast það gaman og breyta til. Innan náttúrulega skynsamlegra marka en svona þú þarft ekki alltaf bara þó þú sér búin að velja að gera eitthvað í lífinu þá máttu skipta um skoðun og breyta til og taka hliðaskrif og koma aftur tilbaka og mér finnst það vera svona. Er eitthvað hliðaskrif sem að þú sér fyrir þér að þið langar að taka einhvern tímann? Mér langar mjög mikið að fara í nám, ég veit ekki hverju, mér langar að fara í ritlist en svo væri ég líka alveg til að fara í eitthvað stjórnunarnám af því að ég er í stjórnunarstöðu og væri alveg til að kunna meiri því. En ég er svona dellu manneskja. Ég fæði svona, mér finnst þetta gaman, ég ætla að gera rosa mikið af þessu eða þessu. Og þegar ég vann í dótabúð þá ætlaði ég bara að vinna í dótabúð það sem eftir var og var bara búin að vinna mig upp eitthvað og svo áttaði ég mig bara á því bara, nei, ég ætla ekki að vera sérfræðingur í leikföngum í Hamleys dótabúðinni í London. Það er ekki sem ég ætla að gera þegar ég verið stór. Þó mér finnst þetta mjög skemmtilegt. Þannig að þá ákvaði ég bara, nei, ég ætla ekki að gera þetta og hætti vinn og við fluttum heim, sko. Þannig að það þarf að, en ég á það til að verða svona dellukona og að fara áfram bara finna mig allt í einu er ég komin eitthvað, bara hvernig komst ég hingað? Þá er í lagi að skipta skoðun. Já, og eða pása það sem þú ert að gera og fara eitthvað annað. Já. Þannig að þetta er svona ævintýri, þetta líf fyrir þér. Já. Frábært. Frábært að fá þig. Takk fyrir mig. Og gaman að kynnast þér og þessu, við erum búin að fá mjög góða einsinn í leikhúslífið og þitt líf og við ætlum að bara segja þetta gott í dag í helgispjallinu okkar. Bara takk fyrir samveruna og við sjáumst aftur í næstu viku.